Velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Við byrjum aðeins á smá vettvangsferð borgina og skoðum aðeins salerni, almenn salerni hér í borginni. Velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og hjá mér í dag hann Daniel Örn Arnarsson. Við erum sósíalistarnir í borgarstjórn og við ætlum að ræða almenningssalerni í borginni, en öll þurfum við að nota salerni og létta á okkur, og hver kannast ekki við það að vera einhvers staðar, kannski miðsvæðis, og þurfa allt í einu að nota salerni. Og þá ekki hægt að finna klósett, og Hin Reykjavík gerði svona smávægis úttekt á salernisaðstöðu borgarinnar, og nýlega þá höfum við tekið eftir því að í Hlemmi mathöll að það sem sagt voru skilaboð að salerni væri einungis fyrir greiðandi viðskiptavini, en Hlemmur mathöll með matsölustaði, getum við sagt, svona veitingastaði, einhvers konar svona lítil útibú af veitingum, og það samt líka staður þar sem að margir eru að bíða eftir næsta strætisvagni og þurfa eðlilega að leita skjólsinni eða nota salernið. En það búið að taka þessi skilaboð niður, og svo virðist vera sem að salernisaðstaðan sé fyrir alla núna. Og við svona veltum því fyrir okkur hvort þetta hafi komið svona þegar að COVID var helst í gangi, hvort þetta hafi verið eitthvað svona hugsað sem svo að þetta væri til að ég veit ekki, gæta þess að væri ekki of margir inn í rýminu.
En þá erum við komin að þessari spurningu hvort að einmitt almenningsrými séu hugsuð fyrir greiðandi viðskiptavini sem eru þá sett í forgang sem að hafa meira milli handana og eru þá að greiða fyrir dýrari veitingar eða hvort að almenningsrými séu fyrir hugsuð fyrir þau sem eru að bíða eftir strætó og treysta almenningssamgöngur og þurfa kannski að komast á salernið. Þannig að það er frítt að nota salernið á Hlemmi og það er ekki samt sem að er frítt að nota salernið alls staðar, til dæmis í Mjódd, eins og við sáum hérna í myndbandinu sem við byrjuðum á. Þar kostar heilar 200 krónur og svo svona ýmislegt í þessu einmitt hvað Mjódd er opin lengi, hvað Hlemmur er opin lengi og svona aðgengi að ýmsum salernum. Það eru þessi græni turnar sem að við þekkjum örugglega flest öll. Það kostar ekki að nota salernið þar en þau eru svona kannski, hvað segjum við, misþrifaleg. En já, hvernig... Þau eru bara yfirleitt frekar ógísleg, skulum við segja frekar. Já. Þannig að svona hvernig blasir þetta við þér? Þannig þú kíktir þarna niður í Mjódd. Já, ég mitt fór í Mjóddina og ég svo sem vissi alveg af þessu að það kostaði peninga að fara á klósettið í biðstöðinni. En ég vissi ekki þannig að ég ákvað að kíkja á hitt klósettið inni sem er í göngugötunni sem er náttúrulega, þú veist, almenningsrými myndi ég, þetta er svona, manni líður eins og sé almenningsrými, göngugatan í Mjóddinni. En þar einmitt tók ég eftir að það var sama fyrirtæki með búið að setja upp lása og peningagræjur, þannig að það kostar 200 kall að fara á klósettið í Mjóddinni saman hvar þú reynir. Og þetta er einmitt sko, hvort það var ekki komið líka niður á BSI, þannig að þú veist, mér finnst þetta svolítið, hvernig orða það? Mér finnst þetta bara svona frekar skítt að manneskjur sem að treysta á almenningssamgöngur, þú veist, þurfa bara annaðhvort að eiga peninga að míga úti, sko, sem er svolítið fáránlegt. Jú, þú getur farið á Hlemm matvöll en þá þarftu að fara inn þar sem að fólki er að borða fína Michelin-matinn og drekka bjórinn sinn, þannig að manni kannski, það er ekkert að endilega að það listugast, sko. Og ég nota alveg klósettturnana þar sem ég þarf ekki að setjast á klósettið, en ég held ég myndi mjög seint setjast niður á þessa fínu klósettturna sem eru 6 í Borgarlandinu. Já, ég man, já. Nei, ég man einmitt þessi gjaldtaka þarna sem var verið að gagnrýna í Mjódd. Já, þetta er, ég veit það ekki, þú veist. Ég skil alveg að það kosti peninga að halda úti svona, að þrífa, þú veist, það þarf einhver að þrífa þetta og ýmislegt, en þú veist, þetta er inn í biðstöð sem við eigum. Þetta er á vegum strætó, við eigum þetta er okkar, ég á ekki að þurfa að borga fyrir að fara á klósettið þar. Inn í Mjóddinni finnst mér kannski eðlilegra, þar sem að það er ekki í eigu okkar, nema bara einhverju litlum hluta. Reykjavíkurborg keypti þessa klósettturna sem svona bráðabirgða bið dæmi þangað til að útboð fer í klárast varðandi almenningssalerni í Reykjavíkurborg og þegar það klárast þá getum við sennilega búist við því að það muni kosta aftur peninga að fara á klósettið í þeim eða þeir sem kemur í staðinn. En er ekki inn í Mjóddinni, þú veist, núna sé ég það svona fyrir mér, þú veist, pínu svona eins og kannski, svona litla verslunarmiðstöð, þú veist, þarna er apótek, þarna er matvöruverslun og ég meina, við erum ekkert að greiða fyrir að fara á klósettið í Kringlunni. Nei, engan veginn. Og ég meina, auðvitað er það rétt, en þú veist, það er erfiðara að gagnrýna harkalega gjaldtökuna þar, það er eina sem ég segja. Mér finnst það ennþá fáránlegt, ég myndi aldrei nokkuð tíma borga til að fara á klósettið þar, en það er erfiðara að gagnrýna það, já. Það er náttúrulega meira fáránlegt að það sé í því rými sem við eigum. Reykvíkingar, allir.
Og þá kannski spurningin dálítið komin að því svona hvað almenningsrými og hvort við séum með eins mikið af almenningsrýmum til staðar í borgarlandinu og var fyrir kannski 10, 20, já 30 árum og svona hvernig þessi þróun hefur verið upp á síðkastið og þessi svona gjaldtaka sem á sér stað. Ég var á BSI í sumar, þá þurfti ég ekki að greiða fyrir en ég man eftir þessari umræðu og 200 kall er líka bara slatti peningur og líka þegar maður skoðar hvaða hópar þetta svona kemur niður á og ef maður skoðar líka kannski til dæmis börn, eru börn eitthvað með 200 krónur á sér og sem kannski mikið að nota strætó, þurfa að fara salernið og já, þetta svona alls konar spurningar sem þetta hefur í för með sér. Hverju nota strætó helst? Það náttúrulega hinir efnaminnstu sem hafa minnst, þú veist, ok, 200 kall er kannski ekkert brjálaður peningur í stóra samhenginu. En ef þú hugsar það 200 kall fyrir að gera eitthvað sem við þurfum öll að gera oft á dag, að pissa ridiculous upphæð. Eitthvað sem tekur þig 15 sekúndur eða eitthvað. Þú veist, þetta alveg bara, þetta biluð upphæð fyrir þetta. Og mér skítsama ég hef heyrt réttlætingar eins og þetta svona flestum stöðum í Evrópu og vissulega þegar ég var í Þýskalandi einhvern tímann þá kostaði yfirleitt evru að fara á klósettið. Ef þú áttir það til, þá var manneskja á staðnum líka og þú borgaðir evru á einhvern bakka ef þú áttir það til. En mér finnst þetta bara, þó að þetta sé svona annar staðar, þá finnst mér ekki að það eigi að vera þannig hér. Bara gjaldtaka á ekki að vera fyrir það að pissa á almenningsstöðum. Það á bara ekki að vera... Þú átt bara aldrei að þurfa að borga fyrir að pissa. Punktur. En svo eins og á stöðunum þar sem það kostar ekki, þá þessi staðir ekkert opnir, kannski endilega allan daginn, eða þú veist, opna kannski, já, eins og Ráðhúsið, bókasöfnin og Kjarvalsstaðir og sundlaugar og eitthvað, þetta allt rými sem við eigum og við getum öll svo sem farið inn og pissaði okkur sýnist, en það það takmarkaður opnunartími, það hvað opið til 7 eða eitthvað, maður ekki í Ráðhúsinu, nei, nú maður ekki, en þannig að þetta já, opið til 7 á virkudögum í Ráðhúsinu og það opið til 5 á Kjarvalsstöðum. Bókasafnið opið til eitthvað 5-6 líka. Þannig að þetta bara, það rosalega stór tími dagsins þar sem þú getur ekki, já, með góðu móti komið inn fyrir að kasta vatni. Og svo tók ég eftir því að þegar að vera að tala að geti nota salernið á bókasöfnum að þá það svona helst samt ætla þeim sem eru að nýta þjónustu bókasafnsins. Þannig að þú mátt nota salernið en það svona helst ætla þeim sem eru hér. Þannig þá fór ég að hugsa eins og með umræðuna til dæmis mathöllina á Hlemmi, eins og fyrst þegar mathöllin var að opna og þá heyrði maður í fólki sem var bara svona, ég skynja ekki að þetta sé staður þar sem ég get verið, þar sem ég að bíða eftir strætó og þar sem ég má nota salernið, en þá fékk ég þau skilaboð tilbaka bara nei, þetta fyrir allt fólki sem kemur þangað, alveg sama hvort það sé að kaupa sér veitingar eða ekki. Og þá hugsaði maður bara, ok, frábært, það bara gott að vita það, ég geti komið þeim skilaboðum út. En svo að sjá þessi skilaboð, bara þarna límt upp á vegg fyrir einhverju síðan, bara að salernið væri eingöngu fyrir greiðandi viðskiptavini, að þá hugsaði maður samt, þú veist, eru strætófarþegar, eru það ekki greiðandi viðskiptavinir? Þú veist, þó að sé ekki að kaupa mat inn á Hlemmi mathöll, þú veist, þetta samt samgöngumiðstöð því að hún á Hlemmi, þessi bygging, þar sem að fólk að bíða eftir strætó og þarf kannski að bíða í 25 mínútur eða eitthvað, þú veist. Þetta náttúrulega bygging sem við eigum líka, svo höldum áfram með það, þetta okkar. Þannig að síðan þetta líka spurning upplifun manns af almannarýminu. Þú veist, finnst fólkið það velkomið? Þú veist, burt sér frá klósettpælingum, þú veist, ef þú ferðin á Hlemm mathöll og þú veist, ert ekki að borða, ert að bíða. Þú ert í kraftgala því það snjór úti, þú veist, þú ert blautur og eitthvað, þú veist, þér líður ekkert eins og sért velkomin inn í þessu rými. Og sama með að fara inn á Kjarvalsstaði, þú veist,
Jú, Kjarvalsstaðir eru örugglega frábærir. Ég þekki ekki mikið þar, en þetta er ekki eitthvað svona staður sem þú spáir eitthvað, það er ekkert allir. Auðvitað eru allir velkomnir þar, en fólk upplifir sig ekki endilega velkomnir þar. Og það er mikilvægt að þér líði eins og þú megir vera þarna. Hvort sem þú megir það, eða hvort sem þó þú megir það, þá er þetta svo mikið spurning upplifun hjá einstaklingum, sko. Kannski ferðir eitthvað sæti og það allt fullt og hugsa bara á ég að standa upp af því að fólki sem að panta sér mat ætla kannski að setjast niður með hvítvínsglasið sitt og matinn og ég bara fyrir af því ég bara að bíða eftir strætó, þú veist, í gæsalöppum, þó það sé jafn mikilvægt, þú veist, að bíða inni í hitanum. Og líka sko eins og Mjódd, þú veist, Mjódd alls ekki opin allan þann tíma sem að strætó gangandi, þannig að fólk þarf ofta að bíða bara úti þó það sé kalt. Mjódd loka 6. Og það ekki, eða fyrr. Ég tók mynd af því, það sást í myndbandir. En já, og svo náttúrulega, og svo eins og hinn parturinn af Mjóddinni, það meira að loka bara alfarið á sunnudögum, sko, þannig að þetta er ekkert endalaust aðgengilegt, sko.